Vasaklútarnir mínir. Komið, elskunnar. Komið nær. Svona í og hjartagrúptin mín. Komið hérna. Nú er að vera tilbúin í næsta snít. 1, 2 og 3. Kallinn er hættur að syngja. Ætlar ekki einhver að slökkva á gleymskrattanum. Slökktu sjálf, Dómhildur. Sér ekki ég er veik. Já, skipað gæti ég væri mér hlýtt. Er búið að vökva blómið. Jæja, Vasaklúta. Tilbúin í næsta snít. 1, 2 og... Fyrirgeðu, smá mistök. Come on, hei, Heyrðu, Dómhildur, gáðu hvort Kormákur fer ekki að koma. Ég var að spyrja hvort það væri búið að vökva blómið. Æ, hjálp! Kormákur, farðu að koma. Ég er svo veik og Dómhildur er svo leiðileg. Ég ansa nú ekki svona lög. Ég er alveg sammála. Ef ég var ekki sokkur, þá var ég löngu farin burt af heimilinu og farin að búa í vaðstífvéli. Þú farin að búa einsamall í stígvéli. Nei, ég myndi finna hitt parið af mér og búa saman við frú Sokk í sætu stígvéli. Óttalegi draumórar eru þetta í sokkaplökkunum. Dómhildur, getur þú ekki farið að búa með einhverjum í dúkkulandi? Þú losnaði maður að minnsta kosti við þrasið í þér. Ég ansa nú ekki svona lög. Á ekki að slökkva á fóninu? Nei, heldur komin. Elsku ömmu barnið mitt. Skelfing að ég fegin að sjá því hjartaknúsarinn hennar ömmu sinni. Hún er veik. Algjört hæsingalæsinga. Ertu með hita, amma Sigríður? Ég veit það ekki. Rúsinubollu barnið mitt. Ég veit ekki hvort ég með hita því ég á engan hitamæli, bara tommustokk. Á ekki að slökkva á gleymskrattanum. Ef það er ekki gert, fer kallinn aftur að syngja og þá er ég farin. Jæja, ertu þá farin? Æ, mikið skelfingarþrasir í þig, Dómhildur. Farðu þá bara, hérna. Vertu bara kyrr hér á rúmstólpanum. Ekki sakna ég þín. Það eilíðar þras í þessari dúkku. Ég skal slökkva. Svona. Er þetta betra? Na, komin í fílu, rétt einu sinni. Æ, hér má ég liggja veik. Hlustandi á graffafón með leiðinlega dúkkur og gasbrandi sokk. Æ. Ég svo voða, ég fór að klöngrast upp á fjalli þessu líka rosa sljó. Ég bara klifraði á rosa svelli, datt með smelli, ég kveð í kvelli. Sárt er að þjást og missast, sælt er að sjást og kyssast. Á ekki að stoppa þennan óskapans söng. Heldur vil ég nú kallinn í gleymskrattanum en þessi ósköp. Þegið þú, Dómhildur, þú er ekkert vit á söng. Amma Sigríður? Já. Ertu með nýjan hatt? Nei, þetta er hitapoki, sjáðu. Ég nota hann út á kvefinu. Finnst þér að klæða mig vel? Já.
En ef ég væri þú, þá myndi ég ekki fara í búð með hann. Nei, ég hef nú hugsað mér að halda mig innandyra með stássið. En hvað varstu eiginlega að gera upp á fjöll? Hún fór í rútu! Já, þegið þú, Sokkur. Nú ætla ég að fá að segja söguna. Ég skal segja þér, Kormákur, að ég var að pakka jólasveinunum niður í kassa á 13. Þá langaði mig allt í þessi reiðina býst til að komast upp í fjöllin til þeirra. Hún gat ekki troðið sér ofan í kassan hjá þeim. Hún svo feit. Hún svo feit, segir þú nú bara. Nei, hvern heldur svo sem að langi til að troða sér ofan í kassa á fallegum vetrardegi? Mig! Það var bara enginn að spyrja þig. Hvað viltu marga hringi, Kormákur minn? Já, svona 7 takk fyrir. Já, nei, ég skal segja að mér langaði allt í einu svo að fara í fjallaferð og að það var alveg glimrandi gaman. Mér var bara svo kalt á fótunum. Það ekki hægt að nota þennan gasbrandi sokk sem hlífðaflík. Nei, það þýðir ekki neitt. Gjörðu svo vel, góði. Og ætlarðu svo að gera mér svolítið til að greiða? Já, elskan á eftir. Takk, en af hverju notar ekki sokkana sem ég gaf þér í jólagjöf? Þeir þegja að minnsta kosti. Steinhaldakjafn! Þegið þú, Sokkur. Nei, ég tími því ekki. Þeir eru svo fallegir. Ég nota þá fyrir skilyrði. Skilyrði? Veit ekki hvað skilyrði er. Nei, en viltu gera henni ömmuðinni greiða? Viltu fara niður í fjöru og gefa fuglunum í fjörunni það sem er í þessum poka. Á meðan ætla ég að skipta vatn í hitapokanum og svo sest þú á rúmi hjá mér og rétti mér svona vasaklúta og ég segi þér frá fjallaferðinni. Já. Og á meðan þá horfa krakkarnir á dýr í nærmynd. Þau eiga horfa á belju, ekki belju. Þau ætla að horfa á kú. Og meðan þau horfa á kúna, þá eiga þau að skemmta sér við því, en svo ætla þau að sjá tilraun hjá honum Ágústi Kvara. Þetta myndarlega naut og bolakálfurinn litli eiga heima í húsdýragarðinum. Vissu þið að hindnaut geta verið hættuleg? Stundum ráðast þau á fólk og þá er sagt að þau séu mannýg. Kvendýrið heiti kýr en karldýrið naut eða tarfur og afkvæmið heiti kálfur. Mannýg naut eru látin vera með hring í nefi og band í hringnum. Þetta er hún skjalda, en kýrnar á Íslandi eru misjafnar á litin. Þær eru ýmist rauðar, svartar, kolóttar eða bröndóttar. Kýr sem eru með horn eru kallaðar hyrndar eða hornóttar, en þær sem eru ekki með horn kollóttar. Sumar kýr geta mjólkað alltaf 30 lítra á dag. Þá þarf 15 stórar fernur undir mjólkina. Kýrin er klaufdýr, alveg eins og kindin og geitin. Þessi litli kálfur lætur sér fátt finnast þó við séum að horfa á hann og gerir þarfir sínar í rólegheitum leið og hann bítur grasið. Ósköp er gott að hvíla sig eftir svolítið erfiðan dag.
Komið sæl og blessu krakkar, nú að hefjast kennslustund í efnafræði og með okkur eru Harpa, Hlíf og Hjalti. Jæja krakkar, nú ætlum við að læra svolítið hart vatn. Hafið þið nokkuð með heyrt talað hart vatn? Nei, aldrei. Nei, vitið, það svolítið skrítið. Það reyndast þannig, víða í útlöndum, þá vatni sem fólk drekkur, það talað að það sé hart vatn. Vegna þess að myndastundum í því efni sem hart og fellur á botnin í vatnsglasinu. Það voða mismunandi eftir því hvar í útlöndum þú ert, en það mjög lítið þetta hérna á Íslandi. Það var kunningi minn sem útlendingur, hann sendi mér vatn frá útlöndum sem hann sagði að væri hart vatn, en það var nú ekkert hart vatn í því, en hann skrifaði með og sagði ef ég blanda þessu saman við íslenska vatnið, þá yrði það hart. Ég held nú satt að segja hans í eitthvað að plata þér, ég veit ekki ef að prófa, þetta hérna. Harpa, Hlíf, vilt þú prófa að blanda þessu saman hérna og vita hvað gerist? Ég blanda þessu hérna. Já. Svona, já. Og blanda þessu aftur tilbaka kannski. Býttu nú við, eitthvað þetta nú skrítið. Heyrðu, þetta orðið hart. Sérðu? Þetta bara orðin köggull. Þetta var þá eitthvað, það var eitthvað til í þessu sem hann sagði. Ég var að skafa hennar köggul úr og sjá hvernig það lítur út betur. Sjá, ups. Setjum hann hérna, sjá því, þetta ekki hart örugglega? Prófum. Jú, þetta alveg glerhart. Heyrðu, nú dettur mér annað í hug. Hann sagði að það sem hann ætti heima þannig í útlöndum, það væri svo mengað vatni þar að áin sem rennur í gegnum bæinn þar sem hann heima, hún var svo menguð að það var einu sinni einhver sem hendi eldspýtu í ána og það bara kveiknaði í ánni. Ég var að vita hvort að þetta, kannski þetta mengaða vatn sem hann var að segja. Ég var að vita hvort það kveiknar í þessu. Heldur betur maður. Maður, sjá nú. Hafið nokkuð tíma séð brennandi hart vatn áður? Nei. Nú mér öllu lokið. Trúa þess alltaf. Ha? Þetta brennur svona endalaust held ég. Ætli þetta sé þá ekki gott í dag. Nógu löng kennslustund. Verið bless krakkar. Skelfingar ég orðið þreytt á öllum þessum snýtum. Er nefið á mér nokkuð farið að minnka, Kormákur? Ég er svo hræddur að það snýtist af mér í öllu þessu púðri. Nei, veistu, mér finnst það nú ekkert að hafa minkað. Ekki? En mér finnst þetta að hafi stækkað svolítið og orðið svona stór rauður bolti. Já, það allt í lagi þó að það var stækkið. Ég vil bara ekki vera nefnlaus eins og Sigga Klessusnúður. Ha? Hver Sigga Klessusnúður? Nei, það kona sem sá saumaskap á Brekkubæ. Mikil mæðum manneski. Og hvað sástu síðan upp á fjallinu? Ekkert. Það var komið svo mikið þoka loksins þegar ég komst upp á tindinn. Enda þurfti ég að drattast með Dómhildi, Friðjón og sokkinn í vösunum. Já, ég segi nú fyrir mig, ekki bað ég að fara að brussast upp á fjall. Nei, en þú nú kannski orðið leiður ef ég skilið eftir. Já, líklega. Það alveg rétt hjá þér, amma Sigríður. Ég hafði líka svolítið gaman að skoða snjókornin þarna upp á fjallinu. Snjókorn? Þetta var aftaka veður. Ég harðneitaði að fara upp úr vasanum. Heyrðu, Kormákur, þetta má maður búa við. Nú svo komst ég, hrakin og rennblaut ofan af fjallinu, ísköld á fótunum, ekki var hægt að nota sokkinn. Hann vildi endilega horfa á útsýnið. Það var ekki hægt að koma honum í gúmmískó. Ha, alls ekki. Ég læt nú ekki tróða mér í skó. Ég hef alltaf verið víðsýnn sokkur. Og hvað gerður svo þú komst niður af fjallinu? Ég bankaði upp á bóndabæ með rauðu þaki. Og kallinn sem kom til dyra var svo hræddur, hann hélt að þetta var í gilitrusl. Láttu ekki svona.
honum brá bara. Ég var svo snjóu. Hún bað hann að selja sér kókó. Er ég að segja söguna eða þú? Þú! Ég elskaði eina ágæta kleina. Það kostaflens á sokkaplökkunum. Og fékkstu kókó hjá kallinum? Já, ég fikk kókó, kökur, kamfórdropa og brauð. Og þurfti ekkert að borga. Æ, þegi þú, það er ég sem er að segja frá. Þetta er. Og svo hitti ég litla stelpu. Hún var vinkona mín. Hún heitir Fríða. Fríða? Já, finnst þér ekki fallegt nafn? Hún sýndi með dúkkurnar sínar, fullt af dúkkur. Mér þótti ekkert varið í þær. Enginn þeirra gat talað svona eins og við Friðjón. Nei, en þær voru miklu fallegri. Ekki fannst mér það. Já, ein þeirra gat hreyft sig. Ef maður tók út úr henni snuði, svona, þá hreyfði hún sig svona og svo setti maður snuði upp í hann aftur, boing, hann alveg grafkyrrð. Ég get líka hreyft mig svona, hægt og fallega. Ég fann nú ekkert snuð til þess. Svo baði ég hann að verða ömmubarnið mitt. Hverja? Nú, hreyfidúkkuna? Nei, Fríða Hoffelli. En ég er ömmubannið þig. Já, auðvitað, elsku hjartastrákurinn minn. En ég held að sé svo gaman að eiga 2 ömmubörn. Ég held að sé svo gaman að eiga svona strák og stelpu og geta sagt við fólk, já, krökkunum mínum finnst þú að góður ís, eða ég læt krakkana mína alltaf vera í hlýjum fötum og svoleiðis. Það er svo gaman. Eiga 2 ömmubörn, strák og stelpu. En hvar á hún að sofa og pappinn og mamma þurfa að fara eitthvað? Ég smíða bara nýtt rúm, stelpurúm. Já, það verður sko gaman. Já. Þá er ég systur, svona ömmusystur. Þá áttu ömmu Sigríðar systur. Og þið verðið ömmubörnin mín, Atsjú! Æ, nú þarf ég að snýta mér dálítið stund, Kormákur. Og meðan skuluð þið krakkarnir horfa á sögursfunduna. Og svo á eftir sögursfundunni, þá skuluð þið horfa á krakka dansa skautavalsinu. Það eru krakkar og ballettskóla Guðbjargar Björgvinsdóttur. Já. Atsjú! Komið sæl. Ég heiti Hallveig og eins og þið sjáið, þá er ég með dálítið skrýtna svundu hérna framan á mér. Þið haldið kannski að þetta sé bara venjuleg svunda. Ekki aldeilis. Þetta er eiginlega hálfgerð galdra svunda vegna þess að hérna í þessum vösum þar vaksa sögurnar sem ég ætla að sýna ykkur. Og þess vegna heitir þessi svunda líka sögusvunda. En í dag ætla ég að leyfa ykkur að gæjast með mér inn fyrir hallarmúrana á Skýjaborgum og sýna ykkur örlítinn bút af nýjustu sögunum minni. Hún heitir Sagan af prinsessunni í Skýjaborgum. Það verða fleiri krakkar með okkur í dag. Það eru krakkarnir í leikskólanum á Mýri. Ég er nefnilega að fara að heimsækja þau til þess að sýna þeim þessa sögu, en ég get því miður ekki sýnt ykkur hann alla því hún er svo löng. En ég ætla að leyfa ykkur að sýna, leyfa ykkur að sjá bara byrjunina, bara blá byrjunina. Sem sagt, í dag er ég þá með þessa prinsessu. Þið vitið auðvitað öll hvað prinsessur eru. Það eru kóngsdætur og þær eru nú bara til í útlöndum. Og svo náttúrulega í sögum. Leonora, hún heitir þetta útlendu nafni af því hún er prinsessa. Leonora prinsessa, hvar ertu? Ég veit hún á að vera hérna einhvers staðar. Ertu að fela þig fyrir mér, Leo? Nei, hún er hérna. Og nú skal ég sýna ykkur. Þetta er Nei, ekki sýnist mér þetta að vera prinsessa. Sýnist ykkur þetta ekki að vera fugl? Og ég
sem ætlaði að sýna ykkur söguna Leónóru prinsessu. Ég verð að leita betur að henni. Leónóra, ætli hún sé ekki bara heima hjá sér? Hún á þetta heim í konungshöll og þessi höll heitir Skýjaborgir. Ef við ekki bara fara þangað og vita hvort það er einhver heima. Ég verð að hringja bjöllunum minni. Gregorius, ég held að sé einhver að hringja bjöllunni. Já, hátíð, ég held það líka. Já, það er þá best að ég fari bara til dyra. Það er naumast, það er bara eins og heimurinn sé að farast. Hver hringir svona hátt? Nú, það voru þeir sem voru að hringja. Já, ég kynni. Hvert í hoppandi? Nú er ég bara orðinn blindur. Ég sé ekki neitt. Hvað eru þið? Eru þið á? Eru þið þarna? Nei, eru þið Æ, viltu kannski hringja eftir bjöllunni sem ég heyri? Já. Hvernig stendur eiginlega á því að ég sé ekki neitt? Er búið að slökkva ljósímyndinni? Á mér já. Fyrirgefðu, þetta var bara kórónan mín. Já, þið eruð svei mér heppin að þurfa ekki að ganga með kórónu. Ég verð meira að segja að sofa með mína. Því ég er hans hátíð, Kristján 134. af Skýjaborgum. Góðan dag. Kristján kongur, komið í sæl. Nei, hann var ekki hér í gær. Hann er eitthvað einkennilegur sem fuglar, hreyfir sig bara ekki neitt. Svo, það voru þið sem voruð að hringja bjöllunni. Vitið ekki að það ríkir sorg í þessu konungsríki. Hér hafa allir læðst á sokkaleistunum síðan að Leónóra prinsessa hvarf. Já, þið hljótið að vera frétt það. Leónóra, dóttir mín, en þið... Svona, yfir hátíð. Þetta þú ekki að skæla. Ég skal reyna að finna það fyrir þig. Bara komið gestir. Fyrsta fólkið. Ég er Gregorius, galdrameistarakórusins. Góðan dag. Og ég myndi sko bjóða ykkur velkomin ef ekki ríkti sorg í þessu konungsríki. Leónóra prinsessar, já þau vita það. Ég er búinn að segja þeim það. Hvað er nú þetta? Randaflígaðar hátíð. Heldur hún stingi mig ekki? Láttu mig þetta. 1, 2 og... Hvert fór hún? Þarna. Afsakið þér hátíð. Ég ætla ekki... Gregorius þó. Þér væri
Meiri vasaklúta, Kormákur. Nei, hvað er þetta? Ég bjóð þetta svona til vegna þess að stundin okkar, hún er búin í dag. Hún er búin í dag. Búin í dag. Bless, krakkar. Við erum blessuð. Sjáum. Þetta meira. Já. Besta ráðið við Hiksta.